Ok, bara Sæluði, nú erum við að hefja fund númer 51. Við erum bara í Háleitis bústaðarhverfis. Fyrsti fundur á þessari önn. Ferskir eftir sumarfrí. Við erum búin að vinna hag þessar hverfis. Við erum að byrja fundinn. Byrjum á því að leggja fram tvö bréf í rauninni, ég lagt þau cirka samhliða fram. Annars vegar tilefni fulltrúa foreldrafélaga fyrir árið 2024-2026 ekki hluta þessa kjörtímabils á það heimild á skjáin. Aðeins fundum okkar. Raunin það þannig að skóla foreldrafélögin hafa ákveðið það í samvinnu. Þannig Guðrún Elísabet Ómarsdóttir hafði áfram. Við vorum í sambandi við ég og Arna, Fossó, Reyðó, Réttó og ég setti mig í samband við allt. Það er ekki saman mál. Gott og vel. Allir upplýstir þetta. Já, það var gott að hafa því áfram. Það verður. Þetta var að vera áfram Herborg Víðarsdóttir hjá Fossárskóla. Já. Það verður satt strákurinn minn í Breiðafjörðsskóla í seinasta bekknum þar, þannig að það sem stendur Breiðu og Réttó því ég fæst á þingurinn yfir. Ég skil. Já. Þá bara mál 2 tilefni fulltrúa íbúasamtakanna. Þá í hverfinu eru 2 íbúasamtök. Íbúasamtök bústaðarhverfis, bústaðarhverfis, íbúasamtök Háleitis. Upphafið kjörtímabils gerðu þessi samtök milli sín samkomulag, myndi skipta þessu á milli sín 2 ár og 2 ár. Gísli hefur setið hérna fyrstu 2 árin. Það svona rétt að kalla yfir Sigurða. Sitta hérna fyrir því báðir í lag. Já, það er bara tákvæmt og skemmt. Þeir, já, og Mér finnst þetta þá við þá sem einstaklinga eða stöðu þeirra. Þannig að ef það gerð hallarbylting í Háleitiskverfi, að þá myndi einhver annar taka við af Sigurði. Bara fyrir forræðisveggi, Hvort séu stöðurnar eða mannskjurnar. ég held að það sé í rauninni samkvæmt flokkinni myndi ég halda að þetta væri einstaklingurinn. En það væri rétt. Ég held að svo yrði. Já. Ég ekki að boða hann. Hann er það varamaður minn, ef það er fundur, ég kemst ekki þá í sambandi þið ekki, eins og öfugt. Þetta er þannig svo, ég get ekki boða minn varamann í mínu samtökum á fundin. Þannig að það skiptir. Í rauninni, allavega nýborðarnir, þá það í rauninni þessi, þeir sem einstaklingar eru í rauninni almenn og varamaður, fulltrúar, en í rauninni það held ég. Eins og það kom mál á dagskrá sem tengist mjög mikið Hallsbergi, þá sem líka sendi til hans linkana og bara hvort hann vil setja þetta og að þú veist það hefur líka, eins og þú vil líka vera að fundi það tengst svona mál mínu hlutakverfisins. Það verður svona áfram svona tenging. Það verður ekki bara, það er staðsetning. Það er bara fór mjög gott. Það verður ekki að hugsa þetta, Freyjó. Já, bara, maður þarf alltaf að hugsa svona. Já, bara við þökkum þér fyrir
þenstu tjóðakunstri og þarna til að ég bara sjá þig svona að lifa við. Átil. Ég var. Takk fyrir það. Sigur, velkomin. Takk. Formlega svona. Næst getum við spáði hvort við eigum kannski klára þessi afgreiðslumál sem eru bara lögð fram, þannig að við séum hérna búin að leggja þið fram. Við höfum bara svona við getum haft kynningarna bara svona hreina bara. Þetta eru nákvæmstubréf og ágreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði vegna þessa máls bíðar 3.1. Ég vil fá þetta bara fínt að klára þetta því að það bara verið að tilkynna okkur hver afgreiðslan var. Við skrifum athugasemdir. Það bara mjög svona minni ábendingar. Athugasemdir en það ekki okkar hverfi beint. Það sneri aðallega því að við vorum að koma ábendingar varðandi tengingar yfir Kringlumýrarbraut. Ég þarf að huga þeim. Ég hef svo mikið fylgst með því alveg nákvæmlega hvernig þeim var svarað. Nema bara ég veit að inn í skipulagsáði hefur þetta verið átt að vekja athygli á. Ég hef verið með tengingar yfir Kringlumýrarbraut, samráði og samtali við Vegagerðina. Þannig að þetta er eitthvað til vinnslu en þessi bréf eru bara lögð hérna fram. Tilkynningar. Þannig að vegna hverfiskipulags sem Hlíðar, hverfi 3.1, fyrir Háteigshverfi 3.2, Hlíðarhverfi 3.3 sem Öskjuhlíðarhverfi. Það er þess að samþykkt þessar tillögur. Já, það er bara samþykkt. Það er 3. Svo langar mér þá að taka líka inn fundadagatalið. Tekið má ég sjá fundadagatali á 7 á dagskrá. Við erum bara með okkar mánaðarlega fund sem er þessi 4. þriðjudagur í mánuði. Svo til að aðfangadagur er 4. dagur í desember, 4. þriðjudagur í desember. Við erum ekki fundardag. Þarna stendur fellir niður. Ég ætla að kannski við höfum haft þetta svona opið í fyrra desemberfundin. Hvort það verið fellir niður eða ekki. Ég veit ekki hvernig það virkar. Það leggur þetta fram svona en Þetta er bara til upplýsingar að það er sannarlega desemberfundur, hann bara mun ekki verða og svo eru ykkar ákveða að þetta ekki fundi í staðinn. Við höfum að segja fundi fyrr í desember. já, við höfum gert það þannig en þú veist, ég vil bara vekja athygli á því, þú veist, það gæti verið að við myndum taka fund auðvitað það væri þá kannski aðalega eða er eitthvað svona mál sem við erum beðin að afgreiða á þessu tímabili. Þegar annars er þetta náttúrulega lok nóvember fram í lok janúar. Þegar alltaf líka 17 mánaða tímabil. Já, við erum bara meðvituð það að það gæti komið aukafundir, hvort sem það þá aðeins fyrr eða í byrjun janúar. Og 17. desember er bólusmáttur. Þriðjudaginn þar á undan sko. Já. Og fyrsta þriðjudag í janúar þá er líka bólusmáttur 7. Ég er svo sem ekki bundin að því endilega að þetta. Nei, ég er að benda á að varðandi þriðjudagana sko. Það er, en þú veist að það er ekki stórkostleg handlum að ég kalli inn varamann einu sinni sko þannig að það er líka eftirlega sko. Ég ætti við líka sjá bara til hvort það sittar og það sagði ég Nei. Við erum bara að þjóta inn áfram. Já, Það er svo með. ok. Það er gott. Vorum að klára liðnum 7. Eigum við þetta eftir að fara inn í liðnum með 3.
á góðum 14 mínútur. Við við að fá kynningu á forvarnar áætlun barna og ungmenna til 2026 sem hún þarna ætlar að fara yfir fyriröflun. Ég vissi að hún það part yfir en svo kannski maður 40 mínútur. Það alltaf eitthvað vakandi. Hvað lengi? Já, ég sé líka bara svona sem áhægt að ræða líka bara. Já, þetta mjög fast. Við kannski og gjör svo vel, en almennt myndi ég segja við kannski bara aðeins hvort við getum beðið aðeins að safna saman einhvern spurning en þetta alltaf að stakka til eða eitthvað. Ég var að velta því fyrir mér, Elísabet, að þú að vera á skiptafræðir. Ég get gert það fyrir ef þú vilt. Þú getur líka farið inn í fundinni ef þú vilt það frekar. Ég hætti að byrja bara skiptir. Já. Já, bara hérlega fyrir þess. Bara frábært að fá að kynna forvarnar og aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar fyrir ykkur íbúðaraðir sem vinnur fyrir íbúða í hverfinu. Og þetta mjög þörf aðgerðaáætlun, hún búin að vera kannski svolítið lengi í bígerð en síðasta forvarnar áætlun var 2019. Kannski bara þegar nú eru mjög lengur að hlusta, viðtækindi, þýtur á en það væri ágætt svona að þú aðeins kynnti þig út af við þú ert náttúrulega að starfa hérna í Norðurmiðstöð fyrir hverfið. Ég heiti semst Arnar Náttsdóttir og er verkefnisstjóri í forvarnum og lýðheilsu og félagsheilsu í Norðurmiðstöð. Og við bjuggum til þessa kynningu ég og Kristín Reymarsson framkvæmdastjóri Norðurmiðstöðar og þau fáið slideshow sem þið safnaði í sko. Ok, það gjör svo vel að fletta. Við sem sagt hérna á bak við forvarnar og aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar eru nokkur svið og það sem sagt forvarnarteymi Reykjavíkurborgar sem ber ábyrgð á aðgerðum og það sem sagt á skóla-frístundasvið og menningar- og íþróttasvið, umhverfis- og skipulagssvið og velferðarsvið og skrifstofa borgarstjóra og borgarríka sem er í samstarfi við forvarnarteymi Reykjavíkurborgar. Og ég mun kynna fyrir ykkur forvarnarteymi Reykjavíkurborgar sem sé þitt lýstum. Þannig að hér erum við að horfa á svokallaða forvarnarhjólið, módelið sem við erum að vinna eftir og áherslurnar þær eru vegna einhvers, þær eru út af þeim áskorunum sem blasa við okkur í samfélagi barna í dag og við ætlum og það eru svona aðgerðir í hverri áherslu og ég kannski fer bara yfir það núna að skipta þannig að í A-aðgerð sem að fjallar fjölbreytileika af þessum fjölbreytileikanum þá erum við sem sagt að fara inn í skólana og að kenna ungmennum hvernig við ætla að læra að sýna hvert öðru umhyggju og virðingu og svo B-aðgerð sem sagt við ætlum að fjalla hérna góða líðan og nokkrar aðgerðir búið nú þegar að uppfylla og við erum bara að fara að bíða það eftir eins og bara með betri svefn. Nú er unglingur að læta seinna á daginn. Þannig að við munum þá mæla þá aðgerð. Og svo það C-aðgerðin sem þá við ætlum að hafna öllu ofbeldi og D-aðgerðin það eru verndandi þættir og jákvæð samskipti. Þannig að ef ég fer aðeins inn í A-aðgerðina, skipta, þá eru A-aðgerðin eru sem sagt 4 þættir. Það skiptast í að við ætlum að fara inn í alla leik, grunnskóla og alla stofnanir borgarinnar og við ætlum að regnbogavotta alla stofnanir og við ætlum að vera líka aðgerð 2 snýst fræðslu menningarnefni og fjölbreytileika samfélagsins og svo erum við að fræða börn líf fatlaðra barna og ungmenna og kenna hvernig sýnum hvert
verið virðingu þar. Og fjórða aðgerðin þá að við erum að fara að kynna menningarstofnanir, það bara átak núna á vegum borgarinnar að kynna menningarstofnanir fyrir sem sagt fjöltengdum börnum, ungmennum og fjölskyldum þeirra. Þannig að þú mátt bara fara á næstu og bara svona dæmi hvernig bara fyrsta aðgerðin og og það þið sjáu hvernig aðgerð að það ábyrgðin mannréttinda og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar og hún sjáum að framkvæma þessa aðgerð í samstarfi við allar miðstöðvar borgar. Og það og leiðandi inn í einni miðstöð eins og Norðurmiðstöð velferðarsvið og skólafrístundasvið. Þannig að við förum saman inn í alla stofnanir. Þau búa til fræðsluefni og sjáum áfæra fræðsluefni til starfsfólks og nemenda. Þannig að ég kann ekki fara alveg í alla aðgerðirnar, en við getum sjá kannski aðgerð 2 á næstu glæru. Við förum inn í hana og það eitt af því sem að við munum gera líka með íþróttafélögunum, við munum að kynna fyrir íþróttafélögin. Það þessi fræðsla fjölmenningarnæmi fyrir íþróttaþjálfara og alla leiðbeiningar. Það ekki bara stofnanir á vegum Reykjavíkurborgar sem eru kennarar, heldur líka íþróttafélögum. Aðgerð þá 3. Það hvernig við ætlum að bjóða upp á fræðsluna og þarna kemur Þroskahjálpin með fræðsluefni í samstarfi við okkur. Og auðvitað eins og stendur bara í aðgerðina þá tökum við mið af aðstæðum hverju sem í leikskóla. Og framhaldsskólann þegar við förum líka inn í framhaldsskólann í hverju. Kannski förum aðeins yfir förum á bara glæru 9 aðeins áfram inn í B-aðgerð áfram. Og þá sjáum við að B-aðgerðin fjallar þetta eru 7 aðgerðir í B-hlutanum og þær taldar upp og inn í hverri aðgerð eins og bara B-hlutanum að þá enn og aftur talað ábyrgð hvers og eins. Hverjir það eru sem að ferða fram fyrir aðgerð 5, 6 og 7 og ef við ferum í næstu og þá hvernig við ætlum að fara því að tala góðan og reglulegan svefn. SFS sem búið til fræðsluefnið og við förum svo saman inn í Ég benda á að þessi aðgerð 2 þannig að verið að byrja þessi núna að taka í skil. Við erum 9 skóla. Aðgerð 1, já. Þannig við erum byrjuð á nokkrum þáttum. Svona kannski skilningum. Þannig við kannski bara förum áfram í D-hlutan og þetta C-hlutan fyrir fyrirgjöf. Aðeins áfram. Í svona reglulega. Bara áfram. Já, það bara fyrir aðeins. Já, það það. En C-hlutin eins og kom fram núna áðan þá ætlum við að hafna öllu ofbeldi í leik- og grunnskólum og í samfélaginu okkar. Það var C? Já. Og í C-hlutanum eru 4 aðgerðir og þá ætlum við að vinna gegn einelti og gegn ofbeldi og vinna gegn kynferðislegu ofbeldi og við ætlum að byggja upp samfélag sem vinnur gegn stafrænu ofbeldi. Og þessa þætti munum við vinna í náið með samfélagslögreglunni og við erum þegar byrjuð að vinna með henni, fara inn í grunnskóla og við kannski förum einu áfram og sjáu þið aðgerð 1. Við erum að fara að uppfæra allar aðgerðaáætlanir innan hvers skóla varðandi einelti af því það rosalega mismunandi eftir hvernig þær eru útfærðar, hvernig eineltisáætlun bara í grunnskólum og leikskólum borgarinnar.
fyrir mig aldrei 2 á næstu glæri. Þetta það sem við erum nú þegar byrjuð á og við erum eftir að skrifa undir yfirlýsingu sem að segir að við erum að fara í samstarf við lögregluna, barnavernd, heilsugæslu og og við erum að fara að taka þetta verkefni sem breytildi sem við förum og vinnum mjög náið með börnum í líkamstöð sem við beita og breytildi komið mjög langt í því þess að koma og barnið, foreldrar, félagsráðgjafi, málstjóri, fullt af sérfræðingur kemur á borð og vinnur eftir áætlun eftir farsættan. Þannig að ef við förum kannski, ef vilja fara með það aðgerðir. Já, kannski sé aðgerðin, það að vinna gegn kynferðislegu ofbeldi. Það kemur alltaf alveg rosa mikið af teymum sem kemur að hverju aðgerð. Hér til dæmis erum við að fara að vinna mikið hitthús að koma að krafti með okkur inn í þetta samstarf því að við erum að vinna með börnum frá 16 til 18 ára. Það kemur hitthús inn með. Við deppt út úr félagsmiðstöðunum eftir 16. Já, þá það sem sagt hlutin sem samstarf svolítið mikið innan hverfis og það koma foreldrar virkilega og hlutin hann frekar stór, hann skiptist í 9 aðgerðir og við förum kannski bara í fyrstu samstarfsnest innan borgarhluta, það næsta glæran. Já, og erum við að, eins og við erum með frábært foreldrateymi í hverfinu sem heitir foreldrapoppi, þannig að koma formenn allra foreldrafélaga og að vinna með okkur. Við erum kynna fyrir þeim þetta samstarfsnet, þar sem við erum að vinna eftir farsældarlögunum, eins og ég var nefna með Breiðholti, eða við erum að fara að vinna og með unglingunum, við erum bara að byggja upp í hverfi. Hvernig hverfi vilja og unglingarnir að börnin búa í. Og við ætlum að halda fundi og þarna kemur þá SFS líka inn í þetta. Það svo við erum í Kringlum hér, félagsmiðstöðvarnar, þær koma sterkar inn í þetta að vinna með ungmennaráðunum og annað. Það verður rosa gaman. Við erum aðeins byrjuð en ekki að krafti. Við erum alltaf að fá ungmennir og borðinni og þess aðgerð. Þannig að hver miðstöð, hver verkefnastjóri ábyrgð á forvarnaráætluninni og fer með hana og inn í sína starfsstöð og hér innan hús forvarnateymi líka, svo erum við með risastórt forvarnateymi á vegum borgarinnar og það fara svo allir inn á sína stofnunir með aðgerðirnar og fylgja þeim eftir. Þannig að það til dæmis aðgerð 2. Þarna kemur heilsugæslan, við þurfum að fá heilsugæsluna með okkur inn í þetta teymi. Það með að manna mannskapinn með okkur inn í þetta, þetta bara að koma. Þannig að, já, þetta nú svona, þetta eru nokkur margar aðgerðir sem við þurfum að vinna í stórum teymi. Og því bara í ljósi allra atburða síðustu daga og þá mjög mikilvæg aðgerðin sem við erum að fara að framkvæma núna, það séð að fara núna massíft aftur inn með samfélagslögregluna inn í skólanum, fræða krakkanum lögin okkar, hegningarlögin og vopnalögin og annað. Þá komum við verkefnastjóri með samfélagslögreglunni inn í það verkefni. Ríkislögreglustjóri að búa til fræðslögreglum fyrir samfélagslögreglunum til að fylgja eftir og við fylgjum með þeim og eins og kannski þegar við heyrt í umræðum þá lögreglan ekki bara í unglingaskólanum, hún fer í alla bekki líka leikskólanum. Já, en ég ætla kannski að skipum yfir þetta og förum yfir, ég ætla að segja ykkur bara aðeins frá hvernig
borgarritari sé fyrir sér heiminn. Það næst síðasta glæran eiginlega. Ertu frosin? Nei, ég kom ekki fyrir. Já, það bara áfram. Við búum kannski til smá umræðu að gera áætlunina. Það er búið að ráða inn í þessa B-aðgerð til dæmis, þá er búið að ráða inn í skóla- og frístundasvið kennara sem er að koma út frá starfinu sínu sem kennari og hún ætlar að vera tengiliður af foreldra í Reykjavík. Það þarf svolítið að efla foreldrasamvinnu í borginni, það þarf að efla foreldravaktina eða hverfavaktina okkar og það er sem sagt búið að ráða hana Dagbjört Þorsteinsdóttir sem mun hafa samband núna við öll foreldra fyrir og við viljum koma okkar fundum 18. september og til að koma við foreldraþorfinu. Þannig í vikunni, já, það er frábært framtak hjá skóla- og frístundasviði. En hér sko foreldrateimi Reykjavíkurborgar, það er búið að ráða núna starfsmann, hún heitir Guðrún Halla, félagsráðgjafi, hún mun leiða foreldrateimi Reykjavíkurborgar fyrir hönd á velferðarsviðs, menningar og íþróttasvið Reykjavíkurborgar og skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar og hún er sem starfsmaður þessara 3 sviða og hún mun halda utan hvernig við erum að stýra þessum aðgerðum inn í skólana og íþróttafélagið og samfélagið okkar. Og inn í þessu þá Harpa Þorsteinsdóttir sem þá verkefni fyrir lýðheilsu í Ráðhúsinu, á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Og ég, Arnar Hrönn og svo Jóhannes og Suðvestöð og Ragnar Harðarson og Sigríður, við öll gegnum þessum sömu hlutverkum inn á miðstöðunum okkar. Og svo það Gerður Sveinsdóttir, hún kemur frá menningu- og íþróttasviði, Sigrún Sveinbjörns kemur frá skóla- og frístundasviði, Þórhildur kemur frá mannréttindasviði og Katrín frá velferðarsviði. Og þannig að við erum stundum fyrsta í mánuði og förum við aðgerðaáætlunina. Svo deilum við ábyrgðinni út í miðstöðvarnar og hvert sviði til fræðslu. Við getum líka tekið inn til okkar sérfræðingar til að fara inn í skólana eins og í samstarfi við lögregluna. En í forvarnateymi hverfisins okkar hér að þá það ég og svo Auður Ósk sem kennsluráðgjafi en sinni núna fagstjóri grunnskóla, yfirvöldum grunnskólastjórum í hverfinu. Og Ólafur Þór, hann ráðgjafi í fardeild og Steinunn Þyrí, hún sálfræðingur hjá börn- og fjölskyldudeildinni okkar. Og Þórhildur Rafns, hún deildarstjóri Kringlumýri unglingastarfs, mjög reynd kona að vinna með unglingum. Og svo Valborg Hlín, hún frá fagstjóri leikskóla. Svo eigum við eftir að taka inn í þetta teymi eins og ég sagði nú áðan, við erum eftir að taka inn foreldra, nemendur, svona aðra stjórnendur inn í úrmenntarstofnunum og heilsugæslunni. Já, þetta nú svona hratt farið yfir margar aðgerðir, forvarnar og forvarnaráætlunina. Hvernig líst ykkur á? Þetta sé enn ein áætlun sem gerist ekkert. Það þörfin sé mjög mikil. Já, það bara klárt. Ég finnst líka bara því að þetta önnur að því ég var partur af hinni forvarnaráætluninni þegar ég var öðru starfi. Ég finnst þessi þarna eins og Guðrún Halla að búið að ráða hana og mjög skilvík í sinni vinnu að halda utan okkur og fylgir málum eftirlitinu skiptir bara eftir máli í svona áætlunum. Svo erum við bara með frábært samstarfi við íþróttafélögin og sama hvað þá eru þeir íþróttastjórarnir komnir og í samstarf og farnir að útfæra verkefni við okkur og annað. Mér finnst andinn í þessu hverfi og foreldrahópurinn mína allir með svona ástríðu fyrir því að byggja upp gott hverfi og hafa hverfi aðgengilegt fyrir börnin í íþróttir og svo það öryggi. Já, við erum með foreldrafélögum. Takk kærlega fyrir kynninguna. Við fengum kynninguna. Verður hún aðgengileg? Hún aðgengileg og verður eftir Já. Þetta glærum en hún verður aðgengileg fólk sem lagði gegnum þetta. Ég kannski með 2 spurningar sem nokkuð annars þetta sem skilir rétt, þá þetta eitthvað sem til dæmis nýlega samþykkt.
og við búum að smíða saman þessa áætlun frá 2024-2027, þannig að þetta sem að var í víslu núna í vor eða þessu skilja. Já, það var síðustliðin átt. Já. Þannig að þetta rauninni svona tiltölulega nýlega svona samþykkt að vera innlega þetta svona komandi innlega núna. Já, og hún partur líka af græna plani Reykjavíkurborgar að lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar og svona harmonerar mjög vel við lýðheilsustefnuna sem haft á fastastofnun á heiminu. Þannig að hún nú þegar í samstarfi við sína skrifstofu borgarstjóra borgarinnar, þá hún til dæmis farin að vinna í góðu líðan áherslum og varðandi svefn. Það hafa gerð Fyrirgefs. Ég ætla svo langan að bara beina spurningum til skólafulltrúa og Ívars sem íþróttastöði á Víking. Hvernig hvort að þið hafið komið hvernig hefur fengið einhverjar kynningar á þessu áður eða hvort þetta sé eitthvað sem starfið? Sko, eins og Arna nefndi, ég sit líka í fólkafóknum á Sauðburði og það eitthvað hérna í upphafinu sem við höfum svo þegar rætt, en ég ekki búin að sjá það svona heilstætt. Það líklegast mesta fundi sem við getum skrifað einhverjum áætlun, einhverjum samvinnu. En við höfum rætt að það mikil þörf að fólk frá rölti og svona spýta þessi lóna, sko. Bara halda vel upp á lífmenning, því að áskorunar eru alveg gríðarlega miklar og líka tryggja aukast og svona líf. Nei, ég hef nú kannski ekki heyrt neitt svona meira þetta fyrir núna, sko, svona konkrétt, sko, en ég hef undir nú betur að þetta alveg fast og það er alveg samtöl varðandi það að reyna að við höfum á þjóðstumir sem það búið að byrja að reyna að ýta undir og auðvitað fyrir ungmenni að stunda íþróttir og skipulagða íþróttastarfsemi þannig, en svo þetta bara það var mikið í deilum líka bara þegar ég var í öðru starfi bara í félagsmiðstöð, sko, varðandi ofbeldismenn í unglinga og unglinga bryggju og útiröld og foreldraröld og samskiptin og allt það, sko. Það svo sem eitthvað sem hefur verið og kannski vantar þessa svona aðgerðir einhvern veginn, svona að niðurnjörva þær. Það hefur oft verið talað eitthvað svona leiðir og einhverjum aðferðir til að fara, en svona að setja upp í svona konkréta aðgerðir og ráða og fá inn í rauninni eitthvað starfsmann sem á að rauninni að hafa þetta svona miðlægt einhvern veginn á þvert á svið, sko. Það held ég að sé mjög gott, sko. Það hefur ekki heyrt stað á þessu. En maður kannski svara akkurat því sem Ívar er að segja, því að oftast að verða, eins og Ívar er að segja, maður kannski alveg varfið þetta. Hann að vinna náið með okkur í verkefninu sem heitir Velkomin í hverfið þitt. Það heitir þátt með fjölbreytileikanum. Þá erum við partur af verkefninu Velkomin í hverfið þitt eða inngildingin. Þar erum við að fara með fólki til Ívars eða íþróttafélagum og við erum að fara með börnin og Ívar tekur á móti og þjálfarinn og annað. Það partur af fjölbreytileikanum. Og svo líka erum við með verkefni sem við erum að fara að byrja með sem heitir Allir með íþróttir fatlaðra barna. Og það líka partur af bæði A og B aðgerðinni. Þannig að Ívar kannski verður ekki B, fer ekki til Ívars og segir bara heyrðu, nú eru aðgerð A og B og þetta aðgerð 1 í A, veist. En ég með verkefni sem heitir Allir með og við erum að koma öllum börnum inn í íþróttir. Það part af góð líðan og A, veist, og það partur líka D, þannig að við erum svo mikið að vinna og foreldraþorpið partur af D, það bara sérstaklega ávarpað, en ég ekki að segja við betur og foreldraþorpið, nú erum við aldrei D. Það veist, ég fólk bara nenni ekkert að vera alltaf að tala það, sko, en ég veit hvað ég að gera, af hverju ég að hafa samband við alla þá sem ég þetta kolkrabbi bara með. Og þeir eru partur af ég líka, þeir eru samfélagi íbúar. Og þess vegna viljum við kynna fyrir það sem við erum að gera hér í verkefninu fyrir út af því að við myndum vinna að fá stuðning frá íbúaraðinu eins og bara það, hvernig getur íbúaraðið stutt við foreldrafélögin, hvort foreldrar koma út og ganga. Og foreldrafélögin þurfa svo sammálega að fá stuðning og hvatningu og viðurkenningu á störfum sínum. Það eins og við þekkjum ástæðan fyrir að við sitjum öll hér
gera þetta sömu foreldrarnir. Barn eftir barn eftir barn eftir barn. Þetta nú bara, gert og sönnun þess að ég þekkja það og ég var örugglega líka, hann var búin svo lítið barn þannig að hann er búin að vera í þessu starfi svo lengi og öðru starfi. Þannig að við verðum að fá fleiri foreldra og við verðum að fá foreldra erlendu bergibróti. Og þarna komum fyrst ekki, það er dýrbreyting. Ég fagnaði mjög að sé komin, eða sé verið að vinna, eða sé komin einhver aðgerðaráætlun sem er svo samræmt til að milli á milli skóla. Við vorum bara á tækniheimum, þar sem samskiptin eru bara, það er allt svo fljótt að spyrjast út. Og það gerast kannski sambærileg atvik á mismunandi starfsstöðum og það er mismunandi tekið á þeim. Þannig að, segjum til að mynda að barnið mæti kannski með líf í skóla. Það getur verið bara 5 mismunandi útfærslur af hvernig málið er afgreitt. Já, þannig að það skapar öryggi bæði fyrir okkur sem foreldra og örugglega stjórnendur að geta unnið. Þetta líst ekki. Það sé einhverja svona áætlanir. Stjórnendum og við viljum bara þetta ramma. Við viljum að gefa okkur svolítið í brás. Og það er líka eitthvað sem við erum að gera núna með Ívari og Víking og Þrótti og Ármanni að það er að búa núna til myndband sem er bara okkar hverfið hér, Háaleiti bústaði og Laugardalur og svo að það er við erum að búa til myndband sem við erum að taka fólkið í hverfi íþróttir eða börnin í hverfi að stunda íþróttir og eldri borgarar. Mjög mikið af eldri borgurum sem eru stunda íþróttir. En við erum þá að búa til eins og hálfsmynda myndband sem við erum bara svona að fara að örfa að hreyfa sig og það er bara partur af því og það er þessu aðgerð Reykjavíkurborgar og partur af Grænárplaninu. Við erum alltaf hægt að hafa einkabílinn og við erum svona að hvetja til svona betri lífstíls og þannig að og það er svo frábært að leiða bara komin með enn eitt verkefni í þjóðfélagi að þau bara grípa pósta og svona. Þannig að bara já, að því ástæðan ég að segja þetta er að það er ekki svona sjálfsagður hlutur að allir séu tilbúin í samstöðu. En ég finn bara hvað er mikið mætið þar. En hvað þá sem eru ekki í íþróttum og bara vilja ekki vera í íþróttum og vilja bara gera annað? Við erum búin að ganga inn í alla skóla. Ég var með kynningu í vetur á fóðurinn hérna skóla með samtiki foreldra og tölum við alltaf sem sagt á 5.–7. og munum við ávarpa annan aldurinn og sáu það og það 100.000 virki í Víkingaskóla að kasta og við finnum í þetta. Þessu skráðum við niður hvað sem voru að gera nýtt. Þau voru ekki það mörg, en það var mörg eins og ég labbaði einu stúlku og hún var með teikning og óbúslega myndlist af það. Ég segi við hana, en hún segir eftir á einhverju námskeiði. En hún segir nei, ég er bara heima einn. Þá hengum við myndlist. Þannig að við erum að reyna, en auðvitað alltaf í samstarfi við foreldra og barnaslega. En stundum það er foreldra En nú hefur til í hverfinu og okkur þetta foreldrar og það var allavega mjög mjög frekar virt Það er virt, ef við tala bara rétt og megin, eftir svona íventa á böll, það er alveg skipulegt fast. Já, ekki öll kvöld eða alltaf 15. föstudag. Það var, en slíkt. Það geti líka sagt að það rokkar rosa mikið milli ára þegar eftir foreldrahópnum sko. Já. Ég var mjög lengi þá í félagsmiðstöðinni og var að reyna að koma þessu alltaf á stað og fá það virt og það var mjög misjafnt fyrir daginn. Það var að koma inn á. Það var sem alltaf sama fólki sem kom og sýndi sko. Í rauninni sko. Það var farin alls konar leiðir til að reyna að hvetja fólk til að koma undan að heilsubótarganga og bara tryggja hverfið fyrir börnunum okkar og jari sko. Það var bara þarna allir gangur að því sko. Það er mjög misjafnt eftir í rauninni bara hvernig samsetningin á foreldrahópnum í rauninni hverju sinni sko.
ég held að margir bara, þetta er svo mismunandi útfært, þú veist, hvernig hvert foreldrafélag laðar að fólk í svona verk. Sumir við erum bara misfærir, svo við erum mörg að leggja drög af því hver er tilgangurinn, hvers er ekki stila þér, sumir miklu þetta fyrir sér, þú veist hvað ég gera, ég lendi í einhverjum aðstæðum, barnið mitt er heima, af hverju ætti ég að fara út, þú veist það væri rosa gott að vera með einhvern samhendan pakk, þú veist, í hverfinu, bara allir skólarnir myndu setja upp einhverja grind, þetta er ástæðan af hverju við erum út, einhverju svið, það getur verið að kanna bara við nefnum götu, hvað er ógætt röst, það er hýrt, hvað er þetta hanga, þetta getur verið bara svona, Já, samfélagslögreglan hefur einmitt haft orð á því að við verðum svo bara við það sem er virkt foreldralegt. Já. Og hvað er gott að vera í samstarfi og líka flotin, þannig að það er ekki félagsmyndstöð. Bara verða svo að það er ástæðanlegt bara allt annað samstarf í hverjum við að foreldrar er virkt. En sagði ég veit að það er stundins verið líka á síðasta ríkjumstofnun. Það leiðum að fara inn á svona heimili og hjá fötluðum og eins og eldri fólkum og svona á vinna í eina viku og fá einingar fyrir og til þess að finna hvernig að hugsa þetta, hvernig að hugsa til lífsins og líka á leikskóla getur farið þeim kannski einingar fyrir eitthvað svona. Það lærir mest á því að vera á staðnum. Það er ekki nákvæmlega að læra að lesa og það ég held að þeir læri mest á því að fá að vera inn á heimilum og það með á heimilu sjálf og sína tala þá við þar og fyrir andra fyrir að hafa áhuga fyrir að reyna að kynna sér það betur og hvernig þessi fólki líður og hvernig börnum líður og leikskólanum og svona stof. Já. Til dæmis bara eina viku á það er margir með svo unga stúlkur þegar það er að klára síðasta veturinn í grunnskóla. Það er fara að vinna til þessu okkur um sömurinn og það væri voða gott fyrir það að vera búin að kynna sér eitthvað í eina viku í skólanum. Það er ekki allir, það er ekkert allir sem geta unnið í þessum viljum við gamalt fólk og við börn og við svona, það er gott að kynna sér þessu. Frábært punktur. Þetta var í gamla daga þegar við Friðjón vorum og við vorum saman eldstir. Já, þetta var einhvern tíma. Þá var farið í svona starfskynningar. Já. 9. bekk komum við í starfskynningu og völdum okkur einhvern stakar og starfskynningu í heila viku. En svo datt það upp og ég bara veit það ekki, sem okkur sjó, ég var með einhverjum kvikmyndafyrirtæki, hópsbrotmyndina. Bara fyrir allir. Já, bara allir, bara valur, bara ringtinningu. Fyrirtæki þegar maður komið í starfskynningu og annað, já, en ég vissi að það, Já. Man ekki svona eftir þessu, sko. Nei, þú ert líka töluvert eldri, ég alveg aldrei. Það er mitt fyrir. Þetta er alveg ennþá við líðið einhver leyti, þá er þetta meira í gegnum skólan, Já, þetta var skólan. Já, ég veit það. Ringir þú sjálfur að kanna hvort þú getur komið í? Já. Hún er þetta í rauninni... Svo gæti maður að fengi skókennara til að baka það upp, sko, eitthvað. Ég veist þetta mjög skrið. Það var ekki sem ein viku og það var fólkið múið. Í Svíþjóð getur það valið herskyldu eða fara að vinna á einhverju samfélagsstörfum í 1 eða 2 ár. Flestir velja það. Nei, hann fór, ég bara Það er svona annað skilsverði eða Ekki herskyldu. með veitum. Ef þú velur að það ekki ef það er Steins. Já, það er skósa. Takk kærlega fyrir kynninguna. Sem er gott fyrir okkur að vita af þessari forvarnaráætlun. Þessi bók. Eitt sem maður bara rétt Já. af því að það var ekki eitthvað með eitthvað það að það er samstarf milli íbúa og samtaka. Jú, það er sem sagt félagarinn. Það eru nokkur íbúasamtök að mynda þessar plattform, ég ætla að láta vita þig. Það mynda plattform aðalega kannski mikilvægna, en það mætti alveg útvíkka þess að ég geti komið á hugmyndum að
þetta svona fari inn á það samstarf líka. Já, þá íbúa hérna sem þetta íbúðstöðum og Fossvogi og hvað Það eru nokkur einhver fleiri íbúðarsamtök í Reykjavík, sko. Ok, og ég tók kannski verið fram fyrir þig. Já. Af því að þess að við höfum komið fram í fjölmiðlum bara núna sem þetta, þá er þetta ekki, skólinn getur ekki bara einn, foreldrar getur ekki bara einn, ég get ekki einn, þú getur ekki einn. Þannig að ef að margir koma saman eins og íbúðarmálið og annað, eins og bara við getum eins og bara foreldrar alltaf. Af því að það hefur líka lífvísar embætti landlæknis sýna okkur líka það að fólk í Reykjavík það upplifir sig minna öfund en það upplifir sig í 5 ár síðan. Það er Reykjavík og það er Suðurnesja. Hvað ætlum við að gera í þessu? Auðvitað er það kannski aðeins að skoða út á hverfi eða eitthvað, en ég held líka bara með að við gefum þau skilaboð og hér er bara öruggt að búa og líka með eins og það er í sumum hverjum borgarnum sem er bara mjög virkt borgarnum að spila íbúðar. Og það er ekki að þekka í hvernig sem það er ekki í gangi. Þá þarf það líka að vera í skeifinu, það er líka að vera í smáðum, það er í glæsum. Ég sagði það. Já, ég kannski of mikið að taka þess að síðustu daga eins og þessi árás á menningarnótt og tengja hana eitthvað saman. Það er svona extreme one time happening. Já, en þetta er allavega eina svona sem hefur verið fréttum mjög lengi. Þegar við vorum unglingar þá var manndráp fyrir að Vilfríður Villa, þá var one time happening. Þá var strákur með hníf. Og þetta hefur alltaf verið. Það hefur alltaf verið ákveðinn hópur með hnífa. Það hefur alltaf verið ákveðinn hópur sem upplifði sig óörugg. Ég tók þátt í að stofna götusmiðjuna 1998, þá var það sömu hluti. Ég man eftir að það kom eitthvað svona átak þegar ég var í 9. bekk. Það var átak, þá gekk Bubbi í alla grunnskóluna með forvarnir gegn dóp. Eftir það hefur aldrei verið meiri dópsala í Reykjavík en þetta tíma. Þetta er alltaf ongoing og það eru alltaf extreme tilvik, en ég held að megi aldrei taka þessar raddir sem upplifa sig óörugga í Reykjavík og segja að það sé bara öruggt að búa í Reykjavík. Þess að það er ekki lengur eins öruggt og það var, vegna þess að staðir eins og Kringlan, staðir eins og Skeifan og svoleiðis staðir eru effektívar í dag. Og til dæmis bara í hverfinu okkur fara ákveðin staðir þar sem að leigubílstjórar og aðrir hittast cirka miðnætti, ég sé þetta nokkuð með hann bara eins og miðnætti, ég geng svolítið hverfið og er að skiptast á einhverju. Lögga veit alveg að þessu. Þetta er bara í hverfinu. Það var ekki hverfinu fyrir 5 árum. Þannig að og við erum með sama fjölda lögregluþjóna eins og vorum við 1990. Við erum 100.000 manns fleiri heldur en þá samfélagi og Reykjavík stækkar 2500 manns á ári. Þannig að það er ekki lengur eins og öruggt að búa í Reykjavík. Það er bara fjarlæga draumur að sé. En ég held líka að þurfum að gæta bara blása ekki upp hlutina og fjölmiðlar með alveg taka til sín líka að blása upp fréttir eins og þetta sem gerst á Menningarnótt. Getur kannski orðið til þess að fjöldi ungmenna bara íhuga þarf ég að viðbúast. Þannig að þetta getur snúist upp í svona andhverfsýnum svona. Þurfum við held ég bara styðja við þess að venda þætti og líka að fræða hvernig. Ég skal síðan líka mjög mikilvægt að halda til haga að þótt að það sé mögulega ekki eins öruggt áður, það er samt sem áður öruggt að búa í Reykjavík og á Íslandi almennt. Ég er líka sammála því svo sem þú segir þegar þetta er ekstrem vonandi mál, Menningarnótt, vonandi bara one time happening, þetta er vopnaður vandamál, engin vopnaður vandamál. Hvernig á að takast við það, ég held að sé ekki bara skólanir, það er ekki bara aukin lögregla, þetta er líka bara eitthvað svona sammenn, svona eitthvað, sé ekki bara, þú veist, sveitarfélagslefili, þetta er líka bara á samhengi landsins og bara, þú veist, að það er umræði í stóra heimi, sko. Þetta bara tengist í allt og einhvern veginn að draga út þessari í umræðinni og fleira. Bara
átökin í Evrópu og í Miðausturlöndum. Þetta vinnur allt saman í nýjum svona fólk að helpast saman. Og mikið bara umræða á fréttamennsku. Já, en bara frábært að þessi áætlun setji staðar, að þessi rammi setji staðar og að sé þá líka heimi á bakvið þetta. Þannig að það klassískt að það mjög góð vinna, svo erfitt að fylgja eftir að það ekki til þess að sinna þeirri vinnu. Það gott að svo veitist að hann vera núna kraftur á bakvið þetta og við erum með að vinna og þetta teymi sem með bakvið. Ég held einmitt það bara frábært líka að það heppin að vera með fulltrúa og víking í fulltrúðunum svo í skólasamfélaginu og samtökin bæði sem hérna og þetta náttúrulega vera einhver frábært líka íbúasamtökin borginni séu almennt einhvern veginn að tala saman. Ég sé af hverju svona umræðefni ekki að heima slíkum verknáði eins og skipulagsmál og önnur mál. En nema að sé einhver annar vilja stjórna ykkur inn, þá held ég að Spennandi að fylgjast með þessu, já. En kannski eitt að lokum, ætlast til að sé uppfært svona skýrsla á 3 ára fresti eða eitthvað sem þið styðist við? Af því að nú kemur svona langt við sofum á verðinum. Já, nákvæmlega. Það góð punktur, þetta ekki formlega en yfirmaður minn hérna í líkari hann að Þannig gengur og svona þess, já. Það bara spennandi að sjá hvað það gengur ávinningur af þessu. Já, þessi liður 7, liður 3 saman. Já. Þá bara að stökkva inn í málefni hverfisins og þess að áður grípur orðið. Það ætla ég nú bara að nefna hérna þegar við nátengt sem að ræða. Við vorum að taka til umræðu að nikotín-verslunina í Grímsbæ. Já. Það sem þess að forna áttum barn og ungmenna. Við erum kannski búin að vera dálítið aðeins öðrum ánga umræðu. En já, við erum svo Karl Svens sem er að opna í Grímsbæ. Eins og ég segi, við vorum bara beðin að taka þetta aðeins til umræðu og ég ekki svona álda þessu svona. Ég held að ef ég bara byrja bara mjög stór hluti foreldra barna í hverfinu eru lítið spenntir fyrir þessu. Því að það bara fyrir mér okkur að nóga svona verslunum á svo litlu svæði. Og já, það eru miklar umræður bara í foreldrahópunum og við sendum alltaf bréf og reyti og bara vöktum athygli á málinu og hvöttum þá til að bara endurskoða að taka þessa starfsemi eða svona starfsemi inn í svona ákveðinn stað. Og þessi umræði náttúrulega hvergi nærri hægt og ég held að sé bara eitthvað forvarnar átakt í vændum samtakamátt okkur grunnskólana í kring. Það er ungmennum okkar skaðsemi þessara húða og það eru nágrannaþjóðir okkar hafa gefið út hætturnar sem kunna stafa að neðbæra þjóðana. Við getum lært mjög mikið af til að mynda svíum. Þessi brjónslega slengra, það ekki líka svo nýtt. Já. Það er að vera lengi. Já, það opnaði fyrst sem bara svona veipsjöpa, Það var fyrst sem bara hambúrgarsjöpa. Já, og sjópa ég var bara krakki. Nei, veit. Þú breytist í eitthvað svona, ég maður svona sjöpa bátt eftir sem þetta breytist. Það er svo 16 sem það breytist í.
í veikshop. Já. Svo náttúrulega skilur þetta svona sjoppa þarna neðst á rektorsveginum sem er bara enda á sjoppa og afburðar og það er líka með. Það Bólhof og svo Búlan sko. Já, Það eru svona 3 svona verslanir sem eru með Og Kringlan náttúrulega. svo Kringlan. Svo Skeinan, það eitthvað veikbúi þar, það veikbúi í miðbúi, miðbæ þarna í veikbúi. Það alveg allt. og svo var að opna sjoppa, ég er nú ekki búin að kíkja í hana, en sem heitir Dino, já. Vestlæri svo, já. Það er mitt. Þannig að áhengið Svens, þeir eru svona rosalega markaðssetja sér öðruvísi. Já, Þetta er bara svona einhverjir litla búið svo tappisopsaður sem ekkert auglýst eitthvað opna bara. Svens er svo stórt eitthvað, absolutt ekki pakka, það er auglýst öðruvísi. Markaðsett sér öðruvísi. svona einhver aðlati gæi, Já, típan. Í hvað rými? Þetta er rými að var fataverslun, þetta er alveg beint á móti ísbúðinni, alveg bara blasir við leið og kemur að aðalinnganginn. Það er bara strax það einstu. Já, Er þetta svarið? jú, það er komið svar við póstinum, sko. Það er að skoða mánu. Nei, þeir ég er nú ekki með og byrja póstfanginu fyrir fram mig, en þeir bara fullvissa sig að þeir sko þetta er bara verslun sem selur ekki ólögráða börn efni og þetta er náttúrulega bara frjálst land í rauninni, veist. En svo höfum við verið að velta fyrir okkur skattlagningu á þessu líka, þetta er ódýr vara, veist. Sem Já, það er tólfum. nei, og veldur einhverjum heilsufallskvillum inn í kerfinu síðan meir. Það er svona ýmislegt sem við höfum verið að velta fyrir okkur, sko. Ég sett bara með sköpum og Jú, þetta Jú. Það er ekki aukaskattur á nikótín. Bjórinn og tóbaki. Og tóbakslögu er ekki að En tóbakslögin náreindar yfir nikótínvörur. Það er þannig. En sko, það er ekki sérskattur á þeim. Líka vegna þess að sko kannski þegar það var að koma fyrst, þá var fólk að horfa á þessa vöru sem leið og sem sannlega var. já, Til þess að minnka reykingar Já. sem eru margfalt hættulegri. svo tyggjóðu það. Já, og en svo bara sprakk út notkun og gríðarlega bara meir hluti þeirra sem eru með lömmu upp í sér, þeir hafa aldrei reykt. Nei. og það virðist vera, ég var nú bara að fundi í gær með stjórn Fólkafélags réttarhaldsskóla að það eru unglingsbörn sko á heimilum stjórnarmeðlima sem hafa ánægjast og það er bara svo erfitt að hætta. Nei. Og önnur hefði lent í því að hundurinn hefði verið að labba og gleypt þetta. Þetta getur bara orðið dýrun að bana, sko. Nei, unga börn hafa líka gert þetta. Já, Það er oft mjög dæmi brómótt þegar kannski að reyna já, bjarga börnum sem er að gera þetta. en sko þetta er svona almenn umræði bara um skaðsemi já, þessar lumma og þetta. Spurningin er hins vegar sko Reykjavíkurborg er ekki í New York til dæmis þar voru sett lög um tóbaksbúðir. Það mátti ekki vera á ákveðnum stöðum og það mátti ekki selja í almennum tóbaksbúðum í New York tóbak með einhverjum bragði. Það má ekki selja vindla til dæmis sem einhverjum bragðbætir eða svíkarnir eins og Salem eða bara eitthvað hreint tóbak. Já. Þú veist, ekkert svona hefur farið fyrir Reykjavík og hérna verið að ýta öllum verslunum aftur inn í hverfið. Eins og þéttbýli byggðar, það er allstaðar gert ráð fyrir blandaðri byggð og allstaðar gert ráð fyrir verslunarrýmum á verslunarhæðunum og jafnvel á annarri hæð. Það er hvergi takmarka við að það megi ekki vera svona verslun eða svona verslun. nei, það er ekki. En eftirláta markaðanum bara algjörlega, Já, bara bónus og krónur og hagkaup að skipta á milli sín þeim markaði. Hvað Það er bara, það er stýring á ákveðnu stöðum á starfsemi, sko. Svo við erum ekki leiðin. Það er bara, Já, skipulega ég skilur víða hvað má vera á hverjum stað, sko. þetta hefur verið þá skilja. Já, þetta er náttúrulega kannski líka starf sem hefur að svo mikið komin að ég veit hvernig það flokka þetta, sko. Ég held ekki meira ríkismál, ég man alltaf tóbak, ég var bara, maður sá alltaf. Svo voru tóbakslögin sett inn og þá var Mjög þetta áhugavert hvað
hvað á maður að stíga niður í þessu, þetta er einmitt, við viljum að sé fólk hafi frelst til þess að opna hvers kyns verslanir, Jú. hvað má selja og hvað ekki, þú veist, ég bara að segja, þetta er mjög erfið, kannski erfið umræði fyrir okkur einhvern veginn En ég styð borgarinn. Ég er mjög styð ábyrgð að ég stíði fram, mér finnst það kannski vera svona skýrasti vettvangurinn við tengjum, einhvern veginn til þess að leggja fram svona hvatningu. Þetta komin að borð hjá okkur í borðstofnunum hjá okkur, sko. Já, Við höfum ekkert plattform í þessu þannig. Ég vissi að þið var að senda bréf og ég veist ekki eins og hvað bréfið okkar ætti að vera, en ég tala fyrir fullorðið fólk, sko. Já. Sem hlýtur bara að geta valið að hvort það fari svona búið eða ekki. Öðruvísi þegar kemur að börnum. Og hann sagði núna fyrir 2 dögum, 3 dögum síðan að hann boðaði frumvarp til þess að takmarka aðgengi að nikótínpúðum. Þannig að það er greinilega, og þessi umræða er lifandi og heit, það er augljóst. Ég held hins vegar sko þegar fram í sækir, það voru öll svona smásölukortir á netinu og allt sem hann pikkað upp í postboxum og svona delivery stöðum sem að það er að pikka á, svoleiðis. Þannig að það er kannski bara betra, sko, eins að ég meina þessi sala hefur alltaf farið fram í hverfunum, það er ekkert langt síðan að, það er bara nokkur ár síðan að vinur minn, sko, virtur í hverfunum, virtur fyrrverandi þingmaður og ráðherra. Það geta hann ekki verið virtur. Hann bara stoppaði í einhverjum svona, það er til upptökaði, sko. Hann var mjög virtur núna, hann var að kaupa svona lummur bara einhvers staðar, rauðabústætti. Já, en sko þarna ertu með fjölfræðistað ísbúðina sem krakkarnir okkar sækja hanga og það blasir þarna við einhver fígúra sem laðar að. Ég var einmitt að fá senda mynd í gær af, ég held að það var í hag, þá var örugglega sko, ég veist ekki hvort það sé bara ljósa umræðina, þá komið standur og búið að lýsa hann allan upp. Svennstar? Nei, ekki svenns, bara þessar pullur, sem sagt, frá allra handa brandi. Á tíma er hægt að kaupa sígarettur líka í Krónunni og En það blasa ekki við börnunum okkar. Það er samt bara svona, þú veist, þetta er á, ég veist þetta bara vera vettvangur ríkisvaldsins. Já. Það er auðvitað nikótínpúðar til dæmis. Það er þannig að auðvitað bjór. Það má ekki auðvitað. Svens er bara auðvitað svens. Já. En hann er ekki auðvitað ákveðin hörmur. Nei. Þetta er svona svolítið á... Dansa svolítið bara, þú veist, finna lindurna. Eigum erfitt með að taka á þetta því þetta er mjög trygg í hvernig að ræða þetta. Þú veist, ég held að öll séu sammála að það sé bara eðlilegt að taka einhvern veginn rimman á þessu máli. Mér finnst frábært að foreldrafélögin hafi tekið sér til og sett þessa hvatningu fram. Mér finnst það skýrast í vettvangurinn. Líka bara ljósa þessar veitir eru í eigu sko lífeyrissjóðanna líka og það eru ákveðin svona skreituorð á heimasíðunni sko. Það er líka bara frekar skýrt þegar það gefið skýrt svör. Já. Þetta sé. En við viljum ekki nýjan stórtakan vanda, við viljum ekki að þetta poppi bara allstar, þeir opni þarna og þá verður það hinum megin og þú veist. Það er náttúrulega ábyrgðar fyrirtækja og borgaritara og annað af því að borgarstjóri er að fundi hérna í hverju. Við vitum svolítið með bréfið, sko. Já. Þannig að veita á við stefnu. Þið eiga að hafa áhrif á hvernig hverju þið viljið búa í. Kannski væri eins og ráðið að við væri með fjölbreyttari þjónustu við bústæði. Þetta er bara Það var ekkert auðvitað sem betur bara tókst okkur að stoppa þessari vitleysu bústaði. Það er nú. En er þetta ekki einmitt bara svo umræðan sem núna dæmum hvernig þróast? Ég held það. Og stjórnmálin að svara þessu. Já. Með því að boða
meira takmarkanir aðgengi að skoðunum hvað sem að sjá áhrif það hefur. Það síðan aftur saga. Þeir sem að selja löglega vörur munast að reyna að koma inn á framfæri með einhverjum hætti. Já. Og ef hún er ólögleg þá þarf þetta að fara inn á svartmarkað. Já. Og þá ertu farin að selja lumur á landa. Til fyrir einn. Já. En bara gott að vita af þessu bréfi skóla samfélagsins. Já. Ég var mjög ánægður með þegar ég sá það. Ég held að sendur þá hvað sem við kvartum það að það verður tekið pólitíska verkefni. Já. Annar bókin Já, ég sé það ekki enn. Já, takmarkað alltaf meira og meira. Það er með tanna. Það er minna að koma inn eftir þess að það færist nær kosningum, þetta að það sé þannig. Ok, en þessar umræður, einhver önnur málefni hverfisins sem að þeim liður Komur sem búið næsta fundi, hvað þjóðsum við þessum formum í göng, á þeim nótum, þannig að það eru samgöngusáttmálinn, samþykktur allavega bæjarstjórinn og borgarstjóra og ráðherrum í sinnsfyrirbröð. Ég held að það eru tvö mál sem eru mjög nákvæmt okkur það er Miklubrautarstokkur og Miklubrautarstokkur og gatnamótin í Bústaði og Reykjanesbraut. Og ég ætlaði í rauninni bara að reyna að kalla eftir ef við fengjum kynningu á þessum áformum. Þannig að við erum ósögum með það. Nei, þetta er bara maður alltaf að kvarta eitthvað öllum fundinu og bara fagna líka einhverjum góðum hlutum sem kemur fram og Þannig að það ég ætla að sé bara mjög eðlilegt að reyna að fá kynningu á þessu öllu. Það er kannski annað sem ég væri kannski til að skjóta hérna að borðinu sem er heit umræða líka og það er þjónusta börn grunnskólanum varandi Skulli Víkingsson. Það segir það skert þjónusta við yngstu iðkendur. Og taka styrkinn af einhver eða? Já, ég er bara til að rekja þetta aðeins þá Það loga allar tjallinu hérna bara. Ég er ekki búinn að sofa mikið síðan á fyrsta. Nei. Það var mikið sem og mikið í tölvupólitíum. Sko, já, þetta staðan þessu að það var einn ár, eftir að Víkingur tók í Sami, þá var kom frá borginni, frá mér, kom í rauninni stuðningur sem að var í rauninni þannig bara, það var til að auðvelda þessa transition og þá var greiddi borginni rauninni fyrir frístundakstur, fyrir rútur. Já. Sá stuðningur ekki lengur til staðar og staðan bara svo að vera með svona akstur, það kostar 60.000 krónur á dag, fyrir 5 milljónir á önn og einhver stað þarf að borga fyrir það. Og það er í rauninni bara eina leiðin, það er í rauninni bara að þurfa að fara að reyna að rukka þessu þjónustu og það er þetta horft til. Svo er þetta það sem er kannski verst í þessu að þetta er í rauninni kannski svolítið misjafnt. Svona aðstæður íþróttafélaga og skóla eru náttúrulega svo misjafnt eftir hverjum og maður horfir svolítið í kringum sig og veit að Þróttur og Ármann þau geta saman sem að gera það að það eru 2 íþróttafélög þá saman með þetta sem að Myrkvöldi sko og það er ekki fjárveiting með þeim í núverandi mynd eða hvað? Ekki umfram í rauninni. Nú sitja öll íþróttafélögin við saman borð og það er ekki búin að setja smá peningi í það. Sá peningur dugar bara fyrir skammt sko og sá styrktum kemur út frá ákveðnum breytum sem það var uppfylla og þar erum við með Þróttur og Ármann eru 2 félög saman með þetta. Nú til dæmis ekkert sem að heitir vísindaakstur eða fylgdu en eitt grái. Það eru bara, það er ekkert.
KR er 1 Í með þetta frítt af því að einhverju hluta vegna þá getur þjónustumiðstöðin bara borgað fyrir reksturinn að fullu. Þau ekki mikið öskar frá því. Ég bara er ekki til í það. Það bara, já, Breiðholt í einhverju sérstöðu varandi viðkomastöðu þar sem er samt eiginlega að einhverju leyti má alveg fara röng fyrir því að við séum á svipuðum stað hér. En þannig að þetta er bara mjög vont mál og þetta bara mun hafa gríðarlega slæm áhrif á mjög marga. Þannig að þetta mun draga úr þáttöku í íþróttum, það er alveg klárt, sko. Þannig að þetta er ákveðin bara baggi á. Það þurfa að greiða umfram æfingagjöld til þess að koma börnum sínum til og frá æfingar. Hvað er það mikið kostnaður? Á hvern veginn? Já, á félagið og síðan hvern veginn? Þetta er 5 milljónir á félagið. Og deilist niður á hvað mörg börnum á sem bara í rauninni, það er bara 5 milljónir hvort sem það er 10 börn eða 100 sem nota í rauninni. Þess vegna er í rauninni verið að setja verð á þetta og ef þú ert að nota þetta sem 3 ferðir eða oftar í viku þá er kostnaður 25.000 kall á önn. Á barn. Ofan á æfingagjöldin skilur sem eru mismunandi skilur en svona á þessum aldri eru þau svona 40-50.000. Þetta grafur og listafís. Það er stoppist þegar þessu. Já, það er gráður býr að því að þau eru með strætókerfi sem hentar aðeins betur en það að gera, sko. Bara vindstrætó? Já, þau reyndu að vera með, eftir að þau voru hætt að vera með aksturinn, þá reyndu að vera rauninni með sem að þau voru með fylgd í strætónum. Það var sem starfsmann frá fjölunni sem fór í gegnum strætóið, sko, en datt það upp fyrir þannig að strætókerfi virkar, þannig að það er samt þannig að börn í fyrsta bekk er að fara einsömur í strætó á skólanum og þá í einsömur, sko. En hvaða strætó gengur út svo vel? Getur gengið þetta í... Strætósamgöngur á milli, Vík og Safamýri per se er ekkert slæmar. Það er bara fínt, strætónum 11 stoppa bara á Bústaðaveginum og svo stoppa bara í miðbæ. Þannig að frá Vík og Safamýri per se er þetta ekkert svo slæmt, sko. En það er engin leið að taka strætó frá Breiðagerðisskólanum niður í Vík eða frá Hvassaleitisskólanum niður í Safamýri. Nei. Og þarna eru 700 metrar frá Hvassaleitisskólanum niður í Safamýri í rauninni, en þú ert samt með Miklubrautina, þú ert með Háleitsbrautina sem þú ert með stóra götur sem þú ert að fara yfir. Sama með Breiðagerðisskóla, þetta er kannski ekki eitthvað ógeðslega löng vegalengd þannig lagað. En þetta er Endurhaldssvegurinn, þetta er Bústaðavegurinn og eins og í dag þá er þetta kannski ekki eitthvað stórmál, skilur, en þegar við erum komin út í nóvember, desember það er bara dimmt úti, það er snjó, það er vond skyggni, þá er það gengur ekkert að láta börn sem 6-7 ára bara labba þarna milli. Jafnvel þó að það væri kannski ekki fylgt með þeim, við höfum með þeim. Það er bara rosa erfitt. Og það er náttúrulega líka mjög slæmt, skilur, við erum sem félag, erum að þjónusta 4 skóla og 2 þeirra búa að því að vera bara nánast staðsettir á íþróttasvæðinu. Þannig að þetta er rauninni dregur þá helst úr þáttöku í Hvassaleitisskóla og Breiðagerðisskóla. Svo fórfór, hún sagði áðan að það var 100.000 eitthvað kraftan í Fossvogsskóla. Já, það er eitthvað absolutt bara, það er eins... Nei, það er stundin leið þáttur. Já, þú veist, það er yfir eina gutt. Það er enda stundin leið í Álftamýraskóla, sko. Meiri umræði á foreldrum. Já. Það er svona búið lengi í Fossvogsskóla. Já, þetta er búið að vera svona langvarandi í náttúrulega sáni. Já, þetta er búið að vera mjög langvarandi og þetta er búið að vera, það er í rauninni á einstaklingssambandirinn milli Víkings og Fossvogsskóla. Það hefur verið bara allan tíð, sko. Þetta er bara mjög vont, sko. Það er mjög þungt, þetta er mjög þungt á mörgum, sko. Já, og það er fyrir hugar, er ekki fóreldrarnir óskast að fundi, Jú. að reyna að leita einhverja lausna. Já. Þetta leita eitthvað til borgarinnar eða en var upphaflega sami fór husku. Það berjast líka fyrir börn í Áskarfjarðarskóla, sko. Já. Það er bara, en til að hætta því ákvæm fóreldrar fyrir fyrst. Já. Tala þáttökuna í... Já, ég veit, það var alveg hugsað til þess í þessu, sko, og þetta er bara... Já, þetta er bara mjög slæmt og ég... Það er ekki saman fyrir að mynda það, sko. Nei, í rauninni ekki. Þetta er náttúrulega
Svo það náttúrulega líka þannig að svo það hefur verið kallað líka svolítið mikið eftir því frá íþróttafélögunum. Það verður þá allan að fara í það að borgin beiti sig þá allan fyrir því að íþróttafélögin geti líka gengið að sömu í rauninni kjörum frá rútufélögin. En svo það bara misjafnt. Það bara hvað tilboð við fáum. Þannig að ég veit til dæmis að Þróttur og Ármann eru með eitthvað tilboð frá rútufyrirtæki sem er betra en til dæmis það sem við fáum. Já. Og svo hefur það náttúrulega líka gerst að á undanförnum 2-3 árum, þá sem ég heyrði náttúrulega rosa mikið talað um þeirra þegar Reykjavík búið að borga rútunum hjá okkur, þetta ekki vandamál. Þá heyrði maður rosa mikið fyrir hinum félögunum að það var 150–200% aukning á milli ára sem því tilbúin frá rútufyrirtækjum. Því verðin sem þau setja á þetta. Þetta bara, að það sé akstur tilbaka bara þekkist hvergi. Það bara Valur og Þróttur, það bara keypt á staðinn og ég meina ef þú klárar ræðum 3 þá bara sækja 3 á íþróttafélagi, sem mjög erfitt líka, það bara ekki allir sem þeirri stöðu að geta gert það. En þá hefur sko frístundaheimilið hafa þá verið með frístund niður í Víking. Það löngu hægt. Það löngu hægt? Það var frábært. Já, það var frábært. Það var bara mjög gott og þá var í rauninni bara rútan, það var æfingu daginn, hvenær sem það var, hvort sem það var 3, 4, 5. Þá kannski tekið rútuna bara, það var á einum tímapunkti. Svo voru frístundaheimilið með það sem þetta er í Vík. Víkingur borgaði það bara fyrir rútuna og það var eitt fyrir það og frístundaheimilið sigldi þá í rauninni að gæslunni eða frístundastarfinni niður í Vík vorum aðeins fyrir það en það datt upp fyrir og ég veit ekki af hverju. Það náttúrulega líka fyrir minn tíma sko, hjá Víking, en ég vissi alveg af þessu að þetta hefði verið málið sko. Svo kemur þetta að þannig að eins og við erum að horfa á þetta system núna, þá miðað við þessa kostnað sem að fer á iðkendur, þá við samt að gera ráð fyrir það því að Víking borgi 1,5–2 milljónir sem að bara niðurgreiða með. Og það ekki útséð með hvort að það fer svolítið eftir líka hversu margir eru að nýta það. Og það getur alveg farið svo að við þurfum að borga meira og þá bara miklar horfur því að þetta verður bara ekki góðið. Bara við getum ekki gert neitt. Þannig að þetta bara ósæðlega vont sko. Við erum búin að hringja á þetta sko í alla einsta styrktaraðli sem hjá okkur og spyrja hvort það viljið eða hvort það er húsasmiðurútan eða Bomber-Basar-rútan eða hvað þú kallar það sko. Við reyna einhvern veginn að selja þetta nafn einhvern veginn bara eins og einhverju gerist að íþróttafélög selja heimavöllina sína fyrir einhverju upphæð sko. Geta Víkingsvöllinn með einhverju? Ha? Heimaleik og snútfylgdan með þessum. Já. Svo það náttúrulega líka annað sem að þetta náttúrulega bara þessi akstur hann snýr að í rauninni öllum greinum sko. Þetta er handbolti, fótbolti, karate, þannig að þetta er í rauninni aðalstjórn sem að tekur þetta, þannig að þetta er í rauninni ekki knattspyrnudeildin eða handknattspyrnudeildin eða barn- og unglingaráðin og svo það náttúrulega líka annað dæmi, svo með knattspyrnudeild, svo með barn- og unglingaráð sem sitthvor hluturinn sko. Þannig að þetta er bara ógeðslega erfitt sko. Ég er mjög erfitt með þetta sko, því ég er í rauninni einhvern veginn svolítið að fronta þetta og Ég held bara að pósturinn uppálega það voru fólk alveg bara, það ekki skilning. Já. Og þá var ég alveg bara að gefa það. Ég tek alveg undir það. Þú hefur getað svarað þér nokkur stundum. Já, ég tek alveg undir það og það var sendur aðeins betri póstur í gær, þetta útskýringum, sem var náttúrulega kannski svona útskýrið aðeins málið, en það breytir því sem ekki. Þetta er bara, já. Fyrir 5 milljónir á önn sem við erum að tala um handrippi. Já. Það eins og segir, það er mjög misjafnt milli skóla, hvernig og þessum þörfir á þessu. Þeir skólar sem það alltaf þurfa að halda á. Já, bara það er engin úr þeim skólum sem við nýta þetta, sko. En svo bara út frá staðsetningu, ef við lítum í það, Hvassaleiði er þannig annar skólinn sem svona, lítur í lægra haldi gagnvart þessu. Það er saman með unglingastigið varðandi sko félagsmiðstöðum. Þarna vantar okkur líka þakka sko því að fjarlægðin eru svo mikil. Þetta er með stigið.
Já, Hversveitarskóla. já. Já. Þannig að, þú veist, En það er það ennþá þannig að miðstig í hversveitarskóla sem ekki tóma. já, Það er verið að vinna bílega á skólum, komin laga fyrir skóla skóla. Já, Það er með það hérna. já, Það er búið að vera umræða það síðan svona 2009. Já, en átnum bara í framkvæmdastjórinn uppi og... Já. Ég með heyra þetta svo oft, sko, ég hérna bara alltaf trúa því hvernig það gerist, sko. en það er náttúrulega, Ég talaði bara við Bryndísi í síðustu og hún sagði bara við þurfum að byggja við fleiri stólum, bara skólinn er sprunginn. Það eru 6-28 mann bekkir í 8. bekk. Sem við í hvað? Í réttum. Já, rétt. Það er verið að byggja við hann og það þarf að byggja, nei, en það er náttúrulega ekki úlíkindelt í kassu. Nei, þá breytir þú bara. Já, það væri Kassu. það er ekki rétt. Hvernig hvort það væri bara opna aftur úlíkindeltin í kassuskóla. Ég held að það sé bestu stöður. Ég er búin að berst við því lengi. Það er út fyrir þetta, þannig að ég tók hann trúlega. Já. Nei, það er pottet umræður í gangi og allt það, sko. En Ég er greinlega margt ræða hér í já, já, ræðingar, Það er ekki En ok, við erum eitthvað að fylgjast með þessu með rútuna. Það finnst eitthvað lausn á því. allir út á móka, Getur ráðið einhvern veginn bakka ykkur upp í þessu? eigið peninga, Ráðið, þú verður ekki greina að byrja svara því, en ég efast það. Og skera hér. Ég fikk skil, sko. Sem má veita þá í svona. Veit það ekki. Nei, þú veist það býr svo mikið skam, til skatt, sko. En það væri þá frekar með einhverju bóku sem er senda áfram inn í bókukerfið og Friðjón getur tekið fyrst í eftir. Það væri náttúrulega best að stræta og myndi taka hann ekstra að sér og myndi byrja á því að gera börn í Vatnsverndarskóla fyrir að komast inn í Laugardal. Og ef þú ætlar að vera nemandi í Vatnsverndarskóla, þú fær fimleika eða eitthvað sund, þá er bara mjög erfitt fyrir að komast inn. Ég þekki bara svo lítið hvernig þetta virkar almennt í borgarkerfinu. Þannig að það er líka einhvern veginn mjög erfitt með aftur að því fyrir eftir farvörðum fyrir þetta. Þetta menningar, er þetta nýtið eða þetta er sko frítt. það er alltaf annað, skilur við. Þetta er alveg, þetta er svona þetta er náttúrulega samt einhverjast þetta miklu leyti, sko, og svo náttúrulega kemur Ég kannski við getum rætt þetta bara hérna svo eftir, Já, svo að skilja þess. En svo er þetta samt, skilur, það kemur inn frá skólum frístasviði og það er partur af betri borg fyrir börn að börn á aldrinum 1. til 4. bekk að þau geta sinnt sínu tómstundastarfi innan svona þessum vinnudegi barnsins 5 á daginn sem er allt gott að blessa það en það kostar bara miklu meiri pening af því að þá getum við ekki ef við ætlum að reyna þá verðum við að vera með einhverju leið til að geta boðið upp og geta komist á æfingar. Það er fullt af foreldrar sem hafa bara haft samband og bara getur ekki bara hægt að æfa eftir klukkan 4 á daginn helgar. Nei, er ekki eitthvað búið mælist gegn því. Þannig að, og við viljum það er miklu betra að geta klára æfingar inn í sínum degi. en er ekki hjá Strætó og það er eitthvað útboð í einhverjar ákveðnar leiðir eða? Það er náttúrulega að byrja svona. Já. Hversu nætti Seltjarnarnes að fara niðurgreiða akstur milli Álftavörðuskóla og og Víkings. Það er kannski að gera í gráðan, það er bætt við leiðin. Samfélagsleg ábyrgð. Já. Þú mátt ræða við Seltjarninga samfélagslega ábyrgð. Nú getur það ekki að gera Það er ekki strætó sem fer sogaræðið lengur. Jú, Þetta. já. En ok, við leysum þetta ekki hér og nú. Þetta er bara mjög áhugavert og við kannski getum langar að ræða það eins og einn á eftir. Ég var kannski að það spilur. Já, bara Það er vilja. Það var bara kaup. Svo við náum klára hennar funda. Já. Það var eins og við rætt þetta. Ef ekki að leysa það fyrst. Mögulega kannski ættum við að koma inn næsta fundingar til leysi eða við náum ekki að koma einhverja tíma til leysum líka tíma. En við fundum það sem að því. Einhver önnur mál sem að þú kannski vilja að ræða mál? Já, það er hverfahátíð á morgun og með Breiðabólsskóla. Allir velkomnir. Það er vonandi. Já, það var bara... Og svarta við
Við þorðum við Nei, rigning þetta. Mér langar kannski bara að vekja athygli á því að við vorum að beðin að vekja athygli á því að það var verið að verða skóla, hverfa tré. Og hverfa tré hálendis og bústaðarhverfis okkur ekki. Við gulda ekki það nýta. Ég var Sjáum við. fram í byggingum farin á Ég er búin að segja þetta. Facebook skógræktarfélags Reykjavíkur. ég með það. Ég sá þetta við. Og þetta er mjög æðislegt tré. Glæsilega gert. En það er náttúrulega rosa mikið trjágróður hérna í hverfinu. Að sögn skógræktarfélagsins þá var vandi að Var þetta einn aðalinn sem tilnæmdi þetta tré og voru það margir? það kemur svona fram hér sko. Ég var meirinn sem bara Þetta er yfir dónum svo er skoða myndir. Það væri gaman í aðvandi jóla að skreipa hverfandi sem er styr. Það er svona skemmtilegt. Já. Og þetta er bara líka gert til þess að vekja athygli á þeim fjölbreytta gróðri sem er náttúrulega. Og einmitt, þá voru ég var flett í gegnum þessar myndir og það einhver og skrýtnum trjám, svona, það er vanlega að sjá í myndinni, sko. Slegt að gera, sko. Það er ekki stærsti skógur í Íslandi, það er ekki heitlega. Það er nú talað um það. En ég er ekki með eitthvað annað í málum hverfisins. Ég sá að það var auglýst þarna viðgerð við brúna sem við höfum sett á viðhaldsáætlun Já. seinasta ráð frá Rauðagerði og yfir þverunni. Það var svo lélegt slitlag þar. Ég var náttúrulega að skoða, en ég sá að það gerist eitthvað hér á borðinu okkar. Ok, þá held ég að við ljúkum bara þessu við. Þá í rauninni svona opna hluta sem lokið við eftir eitt mál vegna greinargerðar. Það ljúka það á stefnu. En við þakkum bara þeim sem á heyrðu.